Ég heiti Ester Hilmarsdóttir og þetta mín fyrsta skáldsaga. Hún heitir Sjáandi. Sagan náttúruvernd og fjallar Laxárdeiluna árið 1970. En saman við hana fléttast líf margra litskrúðugra karaktera sem allir eiga snertiflöt við þennan stóra atburð. Það þessi dularfulla spákona sem birtist í dalnum og setur allt svolítið upp á aðra rönd. En sagan sögð frá sjónarhorni Dofra, en hann 14 ára fjósastrákur með tæra heimsmynd. Svo margir aðri litskrúðugir karakterar, eins og hömlulausa heimasetan Krúsa sem að farast úr frekju og bestíugangi, nágrannakonan Valgerður sem út úr tauguð 8 barna móðir sem sér öll sund lokast, og þessi skrýtna förukona Langalína sem enginn veit hvort að fara eða koma. Sjáandi saga samstöðu og íslenskt sveitalíf. Ég ætla að grípa niður í smá kaflabrot og lesa fyrir ykkur. Í kirkjunni var ilmur af vaxi og sagga af rakaskemmdu teppi. Messugestir teiguðu þessa angan að sér hátíðlega eins og þeir væru að þefa úr hálsakoti Krists. Ilmurinn gaf fyrirheitum líf eftir þetta, þar sem syndugir fá aflausn allra sinna misgjörða og geta lúrt áhyggjulausir eins og hvítvoðungar í fangi hins almáttuga. Ó, hvað það verður ljúft. En til að svo megi verða, fannst fólki vissara að fara með faðirvorið og lufsast inn dyrastafinn á hinu heilaga húsi allavega annan hvern sunnudag. Þeir sem hefðu yfirgefið veðurblíðuna óku sér á hörðum kirkjubekkjum og skröfuðu kurteisislegum veðurfar og vorverk eins og bænda siður. Börnin flissuðu á efri hæðinni og léku sér að því að tína dauðar fiskiflugur úr gluggakistum og láta þær detta á höfuð messugesta á gólfinu fyrir neðan. Valgerður sendi börnum sínum óblítt augnaráð neðan af gólfi þegar hún tók eftir því að í hárnót prestfrúarinnar lúrðu hið minnsta 10 stirðnaðar fiskiflugur sem höfðu fengið sína hinstu flugferð. Ef þær yrðu fleiri, þá yrði Valgerði að mæta eftir messu. Börnin skríktu og hörfuðu hratt undan ströngu augnaráði móður sinnar. Á kirkjubekkjum sat þverskurður sveitarinnar. Sveitastjórnarmenn í teinóttum jökkum á þeim fremstu og kotbændur með hey í hárinu á þeim öftustu. Framlágar húsmæður með mölétin herðarsjöl á öxlum. Þegar Gyða gekk kirkjugólfið og smeygði sér hæglátlega á einn á öftustu bekkjum mátti heyra saumnál detta. Þó hún reyndi að láta lítið fyrir sér fara, hefði Grýla sjálf svo gott sem geta riðið inn kirkjugólfið klofvega á jólakettinum, þvílíkri þögn sló á fólkið. Augun ætluðu út úr fyrirmönnum á fremsta bekk. Þeir reyndu að greipa mynd Gyðu fasta í minni sér með því að stara á hana sem lengst þar til eiginkonur rækstu sig og gáfu mönnum sínum ólundarleg olnbogaskot. Ungar stúlkur störðu í aðdáun á gulu buxurnar sem flæddu niður leggina og stöðvuðust að lokum í fallegu stöðuvatni fíngerða ökklana. Ungir menn roðnuðu og hvítnuðu á víxl, litu laumulega í kringum sig og teygðu sig í sálmabækur til að leggja í kjöltu svo lítið bæri á. Því það var fleira sem reis í Guðs húsi þennan sunnudagsmorgun en hinn heilagi andi.